Herðu, þá ætlum við að byrja aðeins að fara yfir JavaScript. En JavaScript forritunarmál sem var búið til hérna fyrir margt löngu síðan og í raun það sem við notum til þess að forrita á vefnum. Þannig að öll interaktion, allt sem gerist eitthvað sem gerist í gegnum JavaScript. Og yfirferðin sem við notum hérna í raun bara svo sem ég með í námsefninu og svo í raun þessi Eloquent JavaScript bók sem líka til staðar og þið getið lesið meðfram, þið þurfið þess ekki en ef þið gerið það ekki, þá mæli ég með að þið séu mjög on it að fylgja öllum dæmum og vinna öll verkefni. Að þetta helst í hendur. Það mjög erfitt að læra forritun með því að lesa bara bók, við lærum hana með því að gera eitthvað. Þannig að verkefnin munu vera svipuð og við erum búin að vera að gera í CSS og erum svipuð á því sem við vorum að gera í fyrra. Það sem við munum byrja á verkefni, þar sem við erum bara að horfa á strúktúruna í JavaScript forritum, hvernig við vinnum með flæðistýringar, hvernig við gerum ítranir, hvernig við notum breytur, hvernig við notum föll. Og síðan í verkefninu eftir því, þá munum við fara að skoða hvernig tengjum við þá JavaScript forritunarmáli við vafran og síðan hvernig við tengjum JavaScript forrit við einhverja vefþjónustur. Þannig að við getum sótt gögn einhvers staðar annars staðar frá og farið að gera einhverja dýnamíska hegðun sem byggir á því hvað að gerast í einhverjum öðrum tölvum, einhverjum öðrum vefþjónum einhvers staðar. Og svo munum við endanum skoða aftur svona eins og seinasta CSS-verkefnið, hvernig strúktúrum við og skipuleggjum við svona stærri JavaScript-verkefni og hvaða tæki og tól til staðar í því. En ég ætla nú ekki að fara yfir þetta en það bara áhugavert hvað þetta orðið útbreitt JavaScript og ekki mikið eldri en þetta. Og sagan segir að þetta hafi verið búið til fyrsta útgáfa JavaScript á 10 dögum til þess að vera competitive edge fyrir Netscape Navigator sem var að koma út á þeim tíma. Og þá var í raun engin stöðlun, þannig að við fengum í raun bara JavaScript í Netscape allt í einu, svo hljóp IE, Internet Explorer og eftir og reyndi að útfæra sig eitthvað. En í dag í raun þetta orðið bara mjög staðlað ferli og í raun staðlað sem heiti forritunni ECMAScript. Og þetta haldið utan af ECMA sem svona staðla samtök sem European Computer Manufacturers Association. Og þarna aftur einhver rosaleg pólitík á bakvið þar sem héldu að þeir geti bara komið JavaScript í stöðlum þarna og þetta væri bara svona puppet samtök sem væri bara hægt að stýra og láta gera það sem við vildu. En þetta svona aðeins meira og flóknara í dag. Og við erum það var hérna eins og með hitt, það var svona ákveðin svona erfiðleikar í byrjun, þar sem við vorum í raun með þessa útgáfu sem kom út 97. Svo vorum við með einhverjar útgáfur hérna á undan sem voru svona erfiðar og svo fengum við 2009 5th edition sem lagaði helling, bara lagaði fullt af böggum í forritunarmálinu og svo aftur liði alveg 6 ár þannig til eitthvað fór að gerast. En núna í raun komin ákveðin taktur þar sem við sjáum bara það bara á hverju einasta ári ný útgáfa af JavaScript. Og þá það þannig að á árinu verið að safna saman í það sem á að staðla og svo kemur út snapshot af því sem til staðar í ECMAScript sem síðan útfært af þeim sem útfæra JavaScript. Og helstu aðalæti sem útfæra JavaScript í raun Mozilla sem með JavaScript-vél sem heitir SpiderMonkey og hún keyrir í Firefox, í Chrome og í Chromium vöfrum sem þá Chrome, IE, Brave og Vivaldi til dæmis og þessir vafrar. Það vél sem heitir V8 og síðan erum við með í iOS og í Safari erum við með sem heitir heldur bara Apple, nei ég man ekki hvað hann heitir. Það allavega vél frá Apple. Og það þýðir bara, ég get farið hérna og ég get farið í console hér og hérna ég bara með JavaScript tólk sem les bara inn inntak frá mér hérna og skila mér svari. Þannig ég get skrifað hérna eitthvað og ég get tekið inn eitthvað hérna og ég get kallað því foo af 30 og hún reiknar þetta út fyrir mig. Þannig hérna get ég bara skilgreint föll og ég get í raun bara forritað heilu forritin hér. En það væri nú ekki sniðugt af því að
þetta er svolítið svona transient og hverfur bara þegar við lokum þessu. Þannig að þetta hérna er í raun túlkur sem er þessi SpiderMonkey frá Mozilla, en ef ég fer hér og opna Node hérna, þá er ég núna að nota V8 sem er frá Chrome, sem Node nota líka, og hérna get ég að samaskapi gert eitthvað og kallaði föll og fengið út niðurstöður. Þannig að tvö mismunandi umhverfi sem er að keyra, en keyra samt sama forritunarmálið sem er JavaScript. En JavaScript er sem sagt hérna prototype-based, multi-paradigm, single-threaded, dynamic language, og það er kannski þetta fyrsta sem er hérna fyrir þau ykkar sem eru búin að vera að forrita í Java, er í raun munurinn á statísku eða static forritunarmáli og dýnamísku forritunarmáli. En í statísku forritunarmáli þá erum við með einhvern compiler sem tekur í raun forritskóðun okkar sem við erum búin að skrifa og compiler hann fyrir okkur yfir í eitthvað annað. Í Java þá er svo compiler yfir í bytekóða sem er keyrt á virtual-vélni, en ef við til dæmis compilum C++ eða C-forrit, þá er það compilað yfir í assembly eða eitthvað álíka, eða eitthvað, ennþá assembly, bara veit ekki, eitthvað optimiserað útgáfur af því, sem er síðan keyrt bara á tölvum. En þegar við erum með dýnamísk forritunarmál, þá er engin túlkur. Þetta er bara keyrt. Þannig að ég er bara að keyra forrit hér. Þau keyra bara strax. Hvort ég hef sett bara 2+2, eða bara fullt af föllum sem keyra og gera eitthvað, þetta bara keyrir. Það er í raun ekkert compile skref. Og það hefur svona ákveðna kosti, það þýðir að við þurfum ekki að setja upp eitthvað forritunarumhverfi eða eitthvað svoleiðis. En við missum samt þetta öryggi sem að compilerin getur gefið okkur. Af því að compilerin horfir bara á eitthvað og segir þetta verður að vera einhvern ákveðin máta á einhvern keyrt þetta, og við getum ekki einu sinni reynt að keyra þetta nema við uppfyllum þær reglur. En hérna get ég bara búið til einhvern kóða og keyrt hann, og svo bara reynum við að keyra hann og þá kemur í ljós, já, herri, þú bara gerðir einhverja vitleysu og hlutinni springir loft upp. Og þá er þetta munurinn á þessu að við erum með runtime sem keyrir forritið okkar og við fáum runtime villur. Þannig að ég get til dæmis verið með hérna eitthvað foo sem var þetta fall og ég kallaði 1, ok, allt í lagi, en ég get kallaði eitthvað svona, ekki svona, ég ætla að gera svona, og þá fæ ég bara villu. Ég fæ bara villu í keyrslu. Og þá segir hún hérna, A is not defined, og það er ekki til einn breyta sem heitir A. Þannig að þetta gerðist ekki bara fyrir en ég keyrði þetta. Og þegar ég keyri þetta og einhver villa kemur upp, þá getum við bara lent í því að bara allur JavaScript kóði á vefnum sem við erum að keyra hættir að virka. Og ef þið einhvern veginn verið að lenda í því að vera að nota eitthvað vefforrit eða bara eitthvað vef og þú átt ekki að dýta okkur takka til þess að gera eitthvað og eitthvað, allt í einu bara bilar eitthvað, þá er það líklegast út í því að einhver JavaScript villa átti sér stað. Og þá getum við í raun farið og opnað konsolið og séð í raun hvað er að gerast í JavaScript keyrslu á þessum vef. Þannig að ef við tökum hérna, ég veit ekki hvernig það er á HI, en ef við keyrum hérna, ok, það er nú ekki neitt hérna, engar ekkert svona, við getum prófað eitthvað annað, ég veit nú ekki einhverja af þessum, það er nú ekki margir vefir sem að leka út einhverjum svona upplýsingum sko, en það sem er allavega hérna, það er einhver JavaScript kóð að keyra og ef við förum hérna í debugger, þá getum við fara að skoða í raun þennan kóða og við getum séð hérna eitthvað fréttir, eitthvað, ok, slæmt dæmi. Við getum allavega séð hvað er í gangi. Það er kannski betra bara á HI aftur. Ég fer hérna og ég sé eitthvað hérna og hérna er einhver JavaScript kóði. Aftur eins og CSS sem við skoðum aðeins á hann, þá er búið að þjappa honum saman, að uglify hann, og hérna er í raun bara fullt af einhverjum JavaScript kóða sem keyrir og ég get í raun skoðað þennan kóða. Þannig alveg eins og ég get skoðað CSS á vefjum sem eru hérna úti, þá get ég skoðað JavaScript kóðan á vefjum sem eru hérna úti. Og hérna get ég ítt á þennan hérna og þá reformatar hann þetta til þess að reyna að sýna mér í raun hvernig þetta er svona aðeins
búið að afþjappa þessu. En hérna inni í raun bara dæmi JavaScript forrit og við munum nú aðeins geta að lesa út úr þessu þegar við erum búin að renna aðeins yfir hvernig JavaScript hagar sér. En aðeins að því hvað við erum að gera í JavaScript, hvernig við erum að skrifa bara forrit. Og þá það þannig að við getum skrifað comment og þau eru svona eða svona, sem fyrir single line comment. Við getum ekki nestað, þannig að þetta hérna í raun gerir JavaScript skráin okkar og kóðun okkar ólöglegan. Við getum notað console log til að skrifa út einhverjar upplýsingar, hvort sem það í Node eða í Vavra. Þannig ég ætla að nota bara Node hérna til þess að geta keyrt kóðan jafnóðum. Þá kemur hérna hello heimur. Það kemur líka eitthvað undefined. Og undefined kemur út af því að þessi hérna að kalla í þetta fall skilaði í raun einhverjar niðurstöður. Þannig ef ég segja að þetta var að fara í einhverja breytu, þá fær breytan í raun gildið undefined. Og það það út af því að öll föll í JavaScript skila einhverju gildi. En aðeins að fara fram á mér hérna. Ok, við erum með leið til að skilgreina strengi og við getum skilgreint í því svona escape karaktera. Við getum notað ákveðnar aðferðir á strengjum til þess að fá upplýsingar þá. Eins og til dæmis foo.length sem skilar þá hérna hversu langur strengurinn foo.to uppercase nei, þetta þarf að vera strengur svona, þá fáum við foo í hástöfum og svo erum við með to lowercase og ýmsar aðrar svona aðferðir til þess að vinna með strengi. Síðan erum við með það sem kallað template strengir sem eru þá á þessu formi hérna, þeir eru með svona backtick og þeir leyfa okkur að skilgreina strengi með svona string interpolation þar sem ég get sett inn JavaScript segðir inn í strengin sjálfan. Þannig hérna get ég sett inn einhverja segð sem segir hvað það að reikna 1 + 1. Og þær geta verið í mörgum línum, þannig að það skiptir ekki máli hérna hvað eru margar línur, þangað til ég kem að hinu backtickinu. Þannig ef ég keyri þetta og þá fæ ég út 1 + 1 eru 2, 2 línubil og svo 10 sem 10 eru 100. Þetta eru strengir og svo þetta í raun þannig að við erum líka með tölur og þetta það sem við erum langmest að vinna með, strengi og tölur, sem þessar grunntýpur. Það bara ein gerð af tölum í JavaScript, þannig að við erum ekki með heiltölur eins og integer og einhverjar float fyrir óræðar tölur, en við erum bara með eina típu sem inniheldur eða getur birt bæði, en þetta IEEE standard sem er notaður fyrir birtingu eða fyrir útreikning og birtingu á brotum, sem þýðir það að það í raun ónákvæmni í þessu, af því það í raun bara ákveðið margir bitar sem eru notaðir til þess að geyma þessar tölur. Þannig að ef við leggjum saman 0,2 og 0,1 þá fáum við ekki út 0,3, við fáum út næstu því 0,3. Við getum unnið með scientific notation og við getum unnið og fengið tilbaka óendanleika þegar við erum komin upp fyrir einhver ákveðin mörk. Þannig að það einhver mörk þarna sem í raun hvað í raun hæsta leyfilega tala, hvað lægsta leyfilega tala. Og við getum notað virkja og það síðan í raun svona forgangur aðgerða vel skilgreindur og fylgir í raun yfirleitt bara rökréttum reglum. En í einhverjum tilfellum getum við lent í því að fá eitthvað skrítið. Eins og til dæmis það ef við reynum að deila 0 með 0, þá fáum við út eitthvað sem heitir nan. Og nan stendur fyrir not a number, sem þá í raun bara aðgerð eða svar eða niðurstaða sem kemur þegar við reynum að
eiga blanda einhverju saman sem ekki hægt að reikna sem tölu. Þannig eins og það að fjarlægja a frá einum, bara óskilgreint, og við fáum tilbaka not a number. Og þetta þá út af því að JavaScript dýnamískt mál sem að vill í raun geta bara unnið á keyrslutíma. Og ef að við getum í raun ekki skilgreint þetta og komist að þessu á keyrslutíma, á einhverjum compile-tíma að þetta sé ólöglegt, þá þarf að vera hægt að gera þetta skilgreint einhvern veginn á keyrslutíma. Og þá kemur þetta nan-gildi til sem við getum lent í raun ef við förum að reyna, þegar þið fara að reyna að leggja eitthvað saman, við erum kannski með einhverja breytu sem heitir total og við erum að halda utan um þennan, það er eitthvað 1 og svo segjum við total jafnt og total plus a og þá er allir komið eitthvað ennþá skrýtnara. Bíddu við, total átti að vera strengur, nú er það því orðin 1a, átti að vera tala og nú er það strengurinn 1a. Og þá er það þannig að við erum með í JavaScript erum við eitthvað sem að kallast type conversion sem þýðir það að þegar við erum með einhverja tvö gildi sem við erum að vinna með og við segjum legðu saman þessi tvö gildi, þá eru ákveðnar reglur það hvernig þau eru lögð saman eða dregin í sundur eða eitthvað. Og það þýðir þá að leggja þetta saman segir þá, ef að þetta er tala og strengur, þá breytum við tölunni yfir í streng og við konkatenum þessu saman í nýjan streng sem er þá 1a. En ef við varum með total jafnt og 1 og svo gerum við total jafnt og total deilt með a, þá fáum við nan. Þannig að þetta er ekki, við fyrstu sýn, kannski ekki eitthvað svona handahóf, eða þá ef við segjum total jafnt og 1 plus tóma fylkið, það verður strengurinn 1, mjög skrítið. En það eru reglur á bakvið allt saman og við munum í raun setja upp tól sem að hjálpa okkur við það að gera ekki þessar villur, sem að leyfa okkur að fá svona smá aðstoð eins og compileri myndi gera ef við varum í statísku máli. En síðan höfum við líka í raun núna eitthvað sem að bættist við í JavaScript nýlega er í raun big int sem leyfir okkur að vinna með bara stærri tölur af því að eftir því sem JavaScript er meira notað þá er meiri kröfur það að það sé hægt að nota það í að vinna svona alvöru verkefni, svo til þess að vinna með rosalega stórar tölur og þá til þess að geta verið backwards compatible við þessar IEEE útgáfu sem er notað fyrir töluna þá þurfum við að búa til nýja tölu sem heitir big int og þá ef við tökum þetta sem er í raun bara tvær stjörnur eða 2 margföldunarmerki því ég bara setja þetta í veldið þannig að þetta er bara 2 í veldinu 100 þá fáum við scientific notation upp í bara eitthvað í 30. veldi en ef við notum þess að 2n þá fáum við í raun töluna í raun bara heiltöluna þá sjáum við í raun að hún er n og þá getum við ekki blanda saman í raun number og big int af því að þetta er í raun 2 ólíkir hlutir. Síðan höfum við alls konar föll sem við getum notað til þess að fá upplýsingar það sem er að gerast með tölurnar sem við erum að vinna með. Og já, þannig að þetta eru þessi svona helstu gagnastruktúrar sem við erum að vinna með, tölur og strengir. En síðan þegar við fyrir að búa til JavaScript forrit, þá notum við breytur og breytur í raun skilgreindar á tvenna máta sem við notum. Það er annarkvort const sem er þá í raun skilgreind sem breyta sem að má ekki breyta típu hér og má ekki breyta gildið heldur. Þannig að ef við segjum þetta, þá erum við að segja að þetta er konstant, það er að segja að þetta er fasti, sem er samt ekki alveg satt og við munum sjá það aðeins í næsta tíma. Þannig að ég get ekki núna sagt foo 2 jafnt og 1, af því þá fæ ég villu sem segir assignment to constant variable. Ef ég hins vegar nota let og segi að það er 1, þá er ég bara með a sem 1 og ég segi síðan a er a, þá er a orðið a. Þannig að þá er í raun, skiptir ekki neinu máli hvað er. Þannig að típan fylgir ekki breytunni og fylgir gildinu í breytunni. Og við getum breytt þeim svo lengi sem við erum að nota let.
Þannig að við getum skipt þetta á milli, alls konar, já, við erum alltaf líka með true og false sem við notum mikið. Og við getum notað dollarmerki, við getum notað underscore, við getum notað íslenska stafi til þess að búa til breytundur okkar, en það eru ákveðnir, þetta eru einu svona svona táknin sem við getum notað. Ef við notum októþorp eða prósentumerki þá fáum við villu. Þannig ef við gerum svona, þá fáum við invalid or unexpected token og þá er það út af því að það er ekki hægt að búa til tóka úr þessu, sem þýðir þá að það er ekki hægt að búa til forrit til að keyra úr þessu. Og já, þetta eru breytur. Það eru síðan í fyrsta verkefninu, þá ætlum við að nota þessa hérna leið til þess að fá inntak frá notanda. Þannig ef ég gerir þetta hérna í Node, þá gerist ekki neitt, af því að þetta er ekki skilgreint hér. En ef ég gerir þetta í Vavra, þá fæ ég upp svona glugga sem segir halló. Og ef ég segi prompt, er þetta ekki komið gott í dag, þá kemur ekkert, af því ég skrifaði vitlaust hérna, þá kemur það upp hérna, þá segi ég já. Og þá fæ ég það tilbaka. Þá get ég tekið þetta og sagt hérna eitthvað breyta, og þá get ég sagt já, og þá er núna A orðið breyta sem inniheldur já. Þannig að þarna getum við tekið við inntaki frá notanda, en þetta er samt mjög lítið notað. Ég ætlum bara að nota þetta í verkefni 7, sem ég mun klára núna bara í morgun og setja fyrir, en setja svona officially fyrir í næstu viku. Við mun bara nota þetta til þess að fá smá sens á hvernig við notum JavaScript sem forritunarmál. Áður en við förum að vinna og tengja það við vefinn. Eins og hérna, þetta að láta þetta birtast svona, þetta er örugglega eitthvað JavaScript. Eitthvað sem gerist hérna, já, þetta er eitthvað JavaScript virkni, ég geti gert þetta. Þetta er allt eitthvað gert með JavaScript. Þannig að fara að blanda þessu saman strax er svolítið vesen. Þannig að við byrjum að því að gera, þetta kom eitthvað villa. Spurning. JavaFX. Bara veit ekki hvað JavaFX er, eller hvað er það? Já. Þetta er pottit eitthvað, já, þetta er bara í Java. Þannig að þetta er bara alveg allt annað. Þannig að þetta er bara í Java. Og þegar við förum inn að búa til eitthvað svona interactionir, þá erum við að nota dommið, sem er HTML sem við erum búin að búa til, og erum að breyta því. Eins og til dæmis það, ef ég ger eitthvað hérna, þá er búið að búa til núna hérna, ef ég horfi á þetta hérna, þá er verið að búa til hérna einhvern nýjan gaur í domminu sem að inniheldur þennan lista hérna. Hvar hann er, það er spurning, hvar var hann settur, en þetta er allt gert, þetta er bara HTML og CSS sem að er birt með JavaScript. Þannig að JavaScript keyrir interactionið, HTML-ið skilgreinir áfram gögninni sem við höfum verið að gera með það og CSS skilgreinir áfram útlitið af þeim. Þannig að þetta hangir allt saman til þess að gera í raun webforritum. Og með því skulum við segja þetta gott í dag.